Og hér er umfjöllunarefnið ójöfnur og lausnarmengi þeirra. Og við byrjum á einfalt. Og við erum búin að tala helstu talnamengin og rifja upp reglur röðun rauntalnanna og hvernig á að finna núllstöðvar. Og nú ætlum við að leysa ójöfnur. Og lausn ójöfnu er einhver talnamengi. Til dæmis er lausnarmengi ójöfnunar x er stærri en 3, mengi allra rauntalna sem eru stærri en 3. Og lausnarmengið er opna hálflínan frá 3 og upp úr. Ef þetta væri lokaða hálflínan frá 3, þá myndi ég kannski segja frá og með 3 og upp úr eða út í það óendanlega. Nú, svo getur lausn ójöfnu líka verið svæði í R2, til dæmis x plus y stærri en 0. Lausnarmengið er öll pör eða punktar í R2 sem uppfylla það að summa x og y er strangt ákveð tala. Og svo getum við bara stungið út. Er 3,5 í lausnarmenginu? Já, af því að 3 plus 5 er stærri en 0. Er 3,-7 í lausnarmenginu? Nei, vegna þess að 3 plus -7 er minni en 0. Og svo litum við kannski svæðið einhvern veginn. Þarna er gott að nota geogebru. En við einbyttum okkur hér að jöfnum sem eru algengar í stærðfræðigreiningu og af einni raunbreytu. Því sé raunbreytu þá eigum við ekki von að því að það verði tvinntölur í lausnarmenginu. Og svo er þetta bara orðfæri að leysa ójöfnu fyrir breytuna x, þýðir nákvæmlega að tilgreina þarf allar rauntölur x sem að uppfylla ójöfnuna. Og tölurnar x sem það gera mynda mengi og við köllum það lausnarmengi ójöfnunar. Og svo byrjum við bara á einföldum athugunum. Hér er röðun á tölum, einni er minni en 2 og hún ákvarðar einnig röðun á tilsvarandi samlagningar andhverfum. Það er að segja samlagningar andhverfa 1 er -1 af því að 1 plus -1 er 0 og samlagningar andhverfa 2 er -2 af því að 2 plus -2 er 0. Við sjáum hér ef við viljum halda einum á þessum stað og 2 á þessum stað og margföldum í gegnum þessa jöfnu með -1, þá getur litið svo á að goggunum snúist við. En auðvitað er þetta líka einföld algebra. Við getum lítið svo á, það sé ekki alveg hárrétt að varða það svona, við færum 1 sem er hérna vinstri hlið yfir gogginn og fer þá hægri hlið og skiptir þá formerki. Og sama hér með þennan tvist, við færum hann yfir á vinstri hlið og hann fer þá öfugt formerki við það sem hann hafiði. Og þá myndum við lesa þetta svona, -2 er minna heldur en -1. Það er bara það að lesa þessa ójöfnu frá hægri til vinstri. -2 er minni en -1, alveg sama að segja -1 er stærri heldur en -2. Spurning bara hvernig maður venur sig á að lesa. Þess að maður verið í Marokkó, getur til dæmis lesið þetta svona. Svo rifjum við beina reglunum sem við höfum talað áður röðun rauntalna. Við höfum hér nú rauntölur A og B, þannig A er minni en B. Hvað gerist ef við margföldum í gegnum þessa jöfnu með mínustölu? Þá fáum við að BC er nær 0 heldur en AC. Og ef við setjum nú C sýrilega í sem -1, þá fáum við þetta öfugsnúnu goggareglu. Ef A er minni en B, þá er -B, þetta er orðið -1, minni en -A, C er -1. En þetta er tvíleiðing vegna þess að við hefðum svo sem alveg geta byrjað með þetta hérna og leitt þetta hér út. Þetta ef og þá, og það má líka snúið við og hafa efið hér og þá við þarna megin. Þetta er bara jafngilt. Þetta notum við mikið. Til að tökum þetta bara með okkur á næstu glæru. Og óformlega stundu sagt ójöfnur að goggunin snúist við þegar margfaldar í gegn með -1. Við sjáum hérna. Og orðfæri ójöfnuna A er minni en B séu við AC á vinstri hlið ójöfnunar eða AC vinstri hlið ójöfnunar, það er bara aðar, eða AC vinstra megin. Og svo séum við að B sé á hægri hlið ójöfnunar, A er minni en B, eða B sé hægri hlið ójöfnunar, því að B geta auðvitað verið ykkur stæða, eða B sé hægra megin. Og leysum núna ójöfnuna x -4 er stærri en 5, sem sagt, finna á eða ákvarða á, þetta orðfæri, á nákvæmlega þau x úr R
eða þær rauntölur x sem uppfylla ójöfnuna. Og þetta ekki erfitt, við bætum 4 við hægra megin og bætum 4 við vinstra megin og köllum það að leggja 4 við báðar hliðar. Leggjum jafnt á. Þá sést að ójafnan x mínus 4 stærri en 5 jafngild einfaldari ójöfnu x stærri en 9. Þetta það sem við erum að reyna að finna, við erum að reyna að einangra x. Þá sjáum við að aðeins ef x stærri en 9, þá þessi ójafna uppfyllt, annars ekki. Svo segjum við þetta ekki alltaf svona, við erum bara að vanda okkur. Svo getum við sannreynt, sett bara inn í upphaflegu ójöfnuna. Sem sagt aðeins ef x stærri en 9, þá x mínus 4. Nú setjum við 9 í staðinn fyrir x og þá fáum við þetta mat, fáum gogginn hérna, x stærri en 9, mínus 4 heldur sér og svo reiknum við bara. Þetta 5 og þetta verður að skila upphaflegu og ójöfnunni. Svo skrifum við bara fljótar svona. X mínus 4 stærri 5 jafngild framsetning x stærri 9. Nema þetta hér það form sem við viljum fá, einangrum x. En ef beður að ákvarða í lausnarmengi ójöfnu, til dæmis þessar sömu ójöfnunar x mínus 5 stærri en 5, þá lausnarmengið alltaf rauntalna bil eða sammengi rauntalna bila. Og hér þá x stak í þessari opnu hálflínu, opnu hægri hálflínu sem byrjar í 9. 9 ekki með. Þetta þetta hér, lausnarmengið. Ég hef vannið mig á að kalla lausnarmengið alltaf stóra L og ef við skrifum það öll, þá erum við fljóta átt okkur á því hvað við erum að meina. Og svo getur maður, þegar maður segir frá, lýst þessu lausnarmengi og jöfnunar x mínus 4 stærri en 5 inniheldur nákvæmlega allar rauntölur strangt stærri en 9. Og svo viljum við bara skrifa þetta. Þetta lausnarmengið. Ójöfnuna 2 plus x minni en 1 umritum við á jafngildaformið x minni en mínus 1. Við hugsum þetta bara þannig að leggjum mínus 2 við báðar hliðar. Það það sem við erum að gera. Eins og losa okkur við þennan tvist. Þá hægri hliðin 1 mínus 2 sem hjá mínus 1. Og lausnarmengið þá komið, við sjáum það hér. Og reyndar heitir þetta líka lausnarbil af því að þetta jú rauntalna bil. Og þetta opna vinstri hálflínan frá mínus 1. Svo þurfum orðin fljótar að þessu, það getur bara gert þetta tiltölulega hratt. Mínus 2x stærri en 1 jafngild x minni eða jafnt og mínus hálfur. Svo getum við aðeins séð hvað vorum að gera svona í kollinum. Við að sjá þess að tvær ójöfnur jafngildar, þá getum við notað öfugsnúningokkaregluna. Sem sagt, mínus 2x stærri en 1, þá byrjum við að margfalda í gegn með mínus 1. Goggunum snýst við, formengin breytast á vinstri og hægri hlið og þá þurfum við bara að deila með 2 en þá snýst goggurinn ekki við. Og þá fáum við þetta sem hér bara stóð x minni jafnt og mínus hálfur og þá skrifum við það sem bil. Þetta líka vinstri hálflína, hún lokuð, vinstri hálflínan frá og með mínus hálfum. Nú skulum við skoða aðeins þyngra dæmi. Við höfum að gefa lausnarmengi ójöfnunar sem svona mínus 2 sinnum, sem opnast, 1 mínus 2 sem lokast, minni jafnt og 3. Lausnarmengi verður rauntalna bil eða sammengi rauntalna bila. Og byrjum. Við getum gert þetta svona. Mínus 2 sinnum mínus 2x, meiri hvernig ég set svíkara með röddinni. Mínus 2 sinnum 1 mínus 2x minni jafnt og 3. Og svo getum maður sagt frá. Deilum í gegn með mínus 2 og goggunni snýst á við. Þannig að þetta beint af vegum og við ákveðum kannski að safna tölunum öllum saman að hægra megin. Færum þá 1 yfir á hægri hlið og svo einföldum við hægri hliðina og þá erum við með mínus 2 sem stærri jafnt og mínus 5 aðrir. Og við viljum ekki að mínus hér og deilum í gegn með mínus 2, goggunni snýst á við og við fáum að x minni jafnt og 5/4. Þannig að þessi hérna ójöfna alveg jafngild þessari hérna einföld ójöfnu. Til að kalla þetta lausnin, það kannski bara betra að segja þetta jafngild. En lausnarmengið, nú sjáum við það. Þetta líka vinstri hálflína, hún lokuð, 5/4 með. Svona svörum við þessu. En við getum lest þetta dæmi aftur, nákvæmlega sama dæmið
og núna förum við á aðeins léttari hátt. Það léttara að einfalda fyrst vinstri hliðina, margfalda bara hér inn í sviga, mínus tvisvar einn er mínus 2, mínus mínus verður plús og þetta mikið léttara að jafna. Nú færum við bara tvistinn eða mínus 2 yfir á hægri hlið. Þá fáum við 5 þar og svo deilum við með 4. Það sem við erum að hugsa að þessi 2 mengi eru eitt og sama mengið. Þetta hérna mengi vinstra megin flókið. Við sjáum ekki hvað x-ið en þetta hérna mengi einfalt. Hér sjáum við að x-ið í mesta lagi 5/4 og getur síðan verið hvaða rauntala sem vera skal minni heldur en 5/4. Það ekki svo gott að sjá hérna vinstra megin. Það þetta sem við erum að gera, við erum að leysa ójöfnur. Og svo skulum við tala um signumfallið eða formerkisfallið. Það mikilvægt sérstaklega í forritun. Það skilgreint svona, það tekur bara 3 gildi, pluss 1 ef x stærri 0, það 0 ef x 0 og mínus 1 ef x minni 0. Við erum bara að skoða formerki talna. Jafngildir að skrifa x stærri 0 og signum af x pluss. Skrifum pluss 1, kannski bara pluss. Eins og jafngilt að segja x minni 0 og signum af x mínus 1. X mínustala, það bara það sem þetta segir. X 0, jafngilt því að segja signum af x 0. Svo bara vitum við af þessu eða í sumum bókum, þá signumfallið skilgreint svona, eða formerkisfallið. Formerki x tölugildið af x deilt með x. Við getum alveg prófað, þetta fínt, segjum bara x stærri en 0, þá tölugildið af x sama á x, og fáum þá x deilt með x 1, passar. Ef x neikvæðtala, þá tölugildið x mínus x. Af því að x neikvæðtala, þá verður þetta mínus á mínustöluna, þannig verður jákvæð. Og þá erum við með mínus x í teljara og x í nefnara og x-in styttast út frá mínus 1. En með þessa skilgreiningu getum við ekki sett 0-ið inn. Megum það ekki. Og þess vegna bara best að skilgreina þetta svona, bara harðkóða það. Í Fourier-greiningu, sem talað í stærðfræði 3, þá þetta almennt skilgreiningin á svona ósamfelldum föllum að signum af 0 eða formerki 0. Það gott og vel. Hérna skulum við skoða x fyrir jákvæða tölur og svo látum við x skríða hérna í áttina að 0 og svo fylgjum við fallritinu sem sagt signum með þá að skríða hér í áttina að 1. Þannig að þetta hér verður 1. Svo tökum við hitt þegar x minni 0 hér og látum það stefna á 0 frá vinstri, það það sem þetta táknmál þýðir, þá skríður hér x-ið í átt að 0 og formerkisfallið skríður þá jafnfratt í áttina mínus 1 og við sjáum að það stefnir á mínus 1. Skiptir ekki máli hvað hér, þú ekki skilgreint hér, en það stefnir á mínus 1. Við höfum það snúast markítisreikningar. Venjan þá, til þess að geta reiknað, við fáum oft ósamfelld föll, eitthvað sem gerist í stökkum, að við tökum meðaltal af markgildum x að stefna á vinstra megin frá og hægra megin frá. Þannig að formerki 0 samkvæmt þessu 0. Þetta mikið kröftugri skilgreining heldur en tölugildið x á móti x sem sama á x á móti tölugildin af x. Og MATLAB harðkóðað rétt. Signum fallið tekur 3 gildi. Við setjum hérna inn vegur, 3, mínus 4 0. Þá viljum við sjá formerkin. Formerki á þristinum plús, eða bara 1. Formerkið á fjarkanum mínus og formerkið á 0 0. Og svo skulum við bara prófa dæmi. X 4 og y mínus 2. Og ætlum við að reikna út formerki margveldisins. Það greinilega neikvætt, þetta plústala sinni mínustala á 2 vegu. Til að fyrst bara beint. Formerki xi mínus 8 samanlagt formerki mínus 8 og formerki mínus 1. En það má þátta signumfallið. Við getum sem sagt reiknað formerki x, formerki y, setjum við tölunar, gott og vel, 4 mínus 2, sitt í hvoru lagi. Signum af 4 plús, signum af mínus 2 mínus og plúsinu mínus mínus. MATLAB kann þetta. Þannig að þetta regla formerkisfallið sérhvert x og y
rauntölur báðar tvær, gildir þessi þáttunarjafna að formerki xi sama og formerki margveldisins, signum x sinnum signum y. Svo ætlum við að skoða núna lausnamengi ójöfnu sem á þessu formi. Þetta í annars jafna og fallritið heitir fleirbogi. Hvenær liggur þetta fyrir ofan x-ásinn, hvenær liggur þetta fyrir ofan og á x-ásnum, hvenær liggur hann fyrir neðan x-ásinn og hvenær liggur hann á eða fyrir neðan x-ásinn. Og við getum alltaf búið til formerkjatöflu eða þáttatöflu fyrir annars margliðu, því að við getum þáttað það. Og svo getum við lesið úr formerkjatöflunni í lausnamengið. Þetta svona þessir möguleikar sem koma til greina. Stundum auðvelt að sjá út þáttunina, það er bara að giska og ef við getum ekki giska þá getum við bara reiknað og þátta svo eftir. Þessi tala fer hingað, þessi tala fer hingað og svo forystustöðin heldur sér. Við skulum þá leysa þessa ójöfnu. X í öðru mínus 4x pluss 3 stærri en 0. Þannig ekki beðið það að gefa lausnina sem lausnarmengi. Við skulum bara byrja á þessu. Nú, þetta svona fyrsta hugmyndalausn. Við þáttum bara beint, það er auðvelt að þátta þetta. Ræturnar eru 1 og 3, bara margveldum upp á svigum til þess að sannfærstum að þetta er rétt. Þetta eru núllstöðurnar, eða ræturnar. En við höfum að skoða fyrir hvaða x fallreitur liggur ofan við x-ásinn. Þetta er strangt stærri en 0, svo leysa núllstöðurnar mega ekki verið með í lausnamenginu. Það eru 2 auðvitað og ákvarða þá 3 sundurlaga bil. Það er allt sem er fyrir neðan 1, það er bilið á milli rótanna og það er sem er fyrir ofan stærri rótina. Formerki á milli róta er fast. Þetta hér ef við setjum tölu hér á þessu bili hér inn, þá höfum við alltaf sama formerkið. Við setjum tölu hér fyrir neðan 1 inn, þá fáum við alltaf plús. Ef við setjum inn tölu hér, höfum bara myndina til þess að styðja okkur á bílinu á milli rótanna, þá fáum við mínustölu. Þannig það er ekki lausnin. Svo ef við setjum tölur hér fyrir ofan 3, þá fáum við plústölu. Greinilega bara með því að horfa á þessa mynd sjáum við nú að lausnabilið er þetta eða þetta og eðun þýðir þarna að það er ekki útilokandi, annaðhvort eða bæði. Við þurfum að geta forrita lausnirnar okkar. Tölvan sér ekki þessa mynd. Og þá stingum við inn x á til dæmis fyrsta bilinu. Ef að x er hér, þá er formerkið jákvætt. Af hverju? Af því að við setjum einhverja tölu sem er minna en 1 hér inn, og þetta er mínustala, og þetta er mínustala. Og við erum að margfalda það saman. Mínusinu mínus er plús. Og ef við notum signumfallið og x er minni en 1, þá er þetta mínustala og þetta er mínustala. Ef x er á þessu bili, þá erum við fyrir ofan x-ásinn. Svo göngum við bara röðina næsta bil á milli rótanna. Við reiknum nú bara formerkið. X liggur á milli 1 og 3, svo það er nóg að taka bara einhverja eina tölu, bara 2, að því formerkið er fast. Ef við setjum 2 hérna inn, þá fáum við plústölu, setjum 2 hérna inn, þá fáum við mínustölu. Og plúsin er mínus er mínus. Og svo síðasta bilið, þriðja bilið, þá tökum við tölu sem er stærri en 3, og þá er þetta plústala, og talan er stærri en 3, x er stærri en 3, þannig að þetta er plústala og plúsinum plús er plús. Þannig hér fengum við plús og hér fengum við plús út úr signumfallinu. Og þá getum við bara skrifað lausnina. Lausnarmengið er þetta sammengi, við eðum þessi 2 bil saman. Og önnur lausn, við getum þáttað. Og svo getum við líka búið til þáttatöflu eða formerkjatöflu. Það er góð vinnuregla að raða rótunum bara upp. Og hér við hugsa maður þetta þannig að hér vinstra megin við 1 eru tölur sem eru minni en 1 og hér er bilið á milli 1 og 3 og hér eru tölurnar sem eru stærri en 3 og svo röðum við í dálk tilsvarandi línulegu þáttum. Og svo margföldum við þá saman hér af því að það er það sem við eigum að gera.
Svo setjum við 1 inn í efri línuna og fáum 0 og setjum 3 inn í neðri línuna og fáum 0. Ef við setjum inn tölur sem eru minni en 1 inn í línulega þáttinn hér, þá fáum við mínustölur. Ef við setjum tölur sem eru hægra megin við 1 inn í línulega þáttinn hér, þá fáum við plústölur. Þá skrifum við bara plús og mínus eftir því sem við á. Þá erum við búið með efri línuna. Þá tökum við neðri og við setjum fyrst inn tölur sem er minni en 1, þá fáum við mínustölu. Setjum 1, þá fáum við mínustölu. Setjum inn, 2, mínustölu. Við erum búin að setja inn 3 og setjum við 4, fáum plústölu. 4 mínus 3 er plústölu. Og hvað á að gera? Þá að margfalda saman tölurnar í hverjum dálki. Þannig að mínus sinnum mínus er plús, 0 sinnum mínus er 0, plús sinnum mínus er mínus, plús sinnum 0 er 0 og plús sinnum plús er plús. Við höfum bara að velja plústölur. Þannig við fáum jákvætt út ef við tökum allar tölur minni en 1. Við fáum jákvætt út ef við tökum allar tölur stærri en 3, en ekkert hérna. Þá sjáum við hvað lausnamengið er. Þetta er að sama og við sáum að myndinni áðan. Þetta er sama dæmið. Og við getum skoðað þriðju lausnina. Og við teiknum bara upp fallritið. Þarna er ferill fleirboðans fyrir ofan x-axið. Þetta megum við ekki nota. Og við sjáum á fallritinu að því að rætur f eru 1 og 3 að fallritið liggur fyrir ofan x-axinn ef og aðeins ef x er rauntala en það má ekki velja þér á bilinu hér. Nú þurfum við að stroka út þetta bil. Þetta er alveg jafngilt svar og að gefa sammengi hálínanna sem við vorum með áðan. Þetta er alveg sama mengið. Þetta er alveg jafn rétt. Við erum með r án þessa lokaða bils. Og fáum við aðeins þingradæmi. Byrja á því að tala algenga villu. Það sýnir ykkur bara algengu villuna. Þetta er algeng villa að byrja á því að margfalda í gegn með samlifnaranum. X sinnum x mínus 1. Þetta er maður margfalda með x sinnum x mínus 1 hér, þá styttist út x mínus 1 og maður margfalda náttúrulega hægra megin með x sinnum x mínus 1, þá styttist út x-ið. En af hverju má það ekki? Þá fáum við jöfnu sem lítur svona út, 2x fyrirgefið og jöfnu sem lítur svona út, 2x er minni en 3 sinnum x mínus 1. Og svo leysum við hana, það er nú þægilegt. Hægra megin fáum við 3x mínus 3 og svo einangrum við fyrir x og fáum að x er stærri en 3, en það er ekki rétt. Hvað gerðum við rangt? Er eitthvað með hugmynd? Hverju má ég ekki gera þetta eins og ég myndi gera ef jöfnu væri að ræða? Af því við vitum ekki formerkið á x sinnum x mínus 1. Við vitum ekkert hvort að x sinnum x mínus 1 er plústala eða mínustala eða 0. Ef að þetta x sinnum x mínus 1 er mínustala, þá snýst gogkurinn við. Ég snýr honum ekki við hér. Ef að x sinnum x mínus 1 er plústala, og þá er þetta rétt. Ef að x sinnum x mínus 1 er til dæmis 0 eða 1, þá fá ég bara vitleysu út. Þannig að þetta má ekki. Við erum búin að tapa þessum upplýsingum að þessi ójafna hér er óskilgreind í 0 og 1. Það má alls ekki setja 1 inn í vinstri hliðina og alls ekki setja 0 inn í hægri hliðina. Við viljum þá fá eitthvað kerfi. Jú, þetta er hægt ef maður tekur þetta fyrir áfengum. En ég mæli ekkert með því. En ef við viljum gera það samt, þá þarf maður að taka hvert tilvik. Við þurfum að búa til 3 bil, alveg eins og við gerðum áðan. Setjum við 3 tilvik. En það sem að hjálpa á stundu þegar maður átt að sjá svona er að reyna að smíða fall eins og við gerðum áðan. Við sjáum til dæmis að þessa ójöfnu má skrifa á jafngildu formi svona. Við færum bara þetta hér yfir að hægri hliðina en nú búum við til fall úr þessu og lítur svo allt í lagi. Við viljum þá vita hvenær þetta hér liggur fyrir ofan x-axinn þegar við teiknum fallið. Og lausnarmengi ójöfnunnar sem byrjuðum með er þá þetta mengi. Þetta er bara mynd úr GeoGebru.
Ég setti reyndar með rauðum lit inn þar sem að fallriti liggur fyrir ofan x-axin. Svo horfir maður á þetta smá stund og við hérna gæti komið lausnarbil. Það virðist vera svona nálægt 3 og ég ætla að horfa hérna á þessa jöfnu núna. Ég sé x má ekki vera 0 og x má ekki vera 1, þannig þetta gæti verið að klemmast hér á milli 0 og 1. En við reiknum bara. Nú leysum við dæmið. Gefið lausnarmengi ójöfnunnar sem þarna sést sem rauntalnabil eða sammengi rauntalnabila. Nú skulum við reyna að koma þessari ójöfnu á þetta form. Bara hér fall og hér fall og við viljum þátta það sem í nafnaranum hérna og í teljaranum. Og vonandi fáum við línulega þætti hann svo í dæminu áðan og þá byrjum við bara. Við byrjum með þetta og tökum bara hvert skrif varlega. Ekkert mál að færa yfir á vinstri hlið. Það er jafngilt. Svo gerum við það samnefnt. Hérna lengjum við með x og hérna lengjum við með x mínus 1. Og einföldum teljaran, það margvægt við á svigum og fáum mínus x pluss 3. Þá erum komin á þetta form sem við vildum. Og þetta eru línulegi þættir í nefnur á teljaran. Ég vil hafa þetta á þessu formi þannig að x hafi stuðulinn 1 fyrir framan sig. Þannig ég tek mínus x út fyrir sviga hérna. Og ég vil ekki hafa hann, þannig ég margfalda bara í gegn með mínus 1 og þá snýst bara gogkurinn við. Mínus 1 sinnum 0 og frá 0. En nú er þetta komið huggulegt form og þetta er þægilegt að setja í þáttatöflu. Gogkurinn snýst við. Og ég ætla að taka eftir sem sagt hvað gerir þetta 0, það er 3, hvað gerir þennan liða 0, x mínus 1, það er 1 og hvað gerir þennan liða 0, það er 0. Þannig ég hef áhuga á tölunum 0, 1 og 3. Þetta hérna er sem sagt jafngildar ójöfnur, nema að það er auðvelt að vinna á þessari en ekki jafn auðvelt að vinna á þessari. Setjum við þáttatöflu eða formyrkjutöflu og við byrjum á að setja 0 stöðvar línulegu þáttana og þá röðum við þessu bara upp. 0, 1 og 3 og síðan tilsvarandi línulega liði í lóðrétt. 0, 1 og 3. Svo ná ég að margfalda þetta saman. Og 0 stöðurnar inn og svo mínus fyrir neðan 0 og svo alltaf pluss fyrir ofan 0. Ef maður gerir þetta svona þá þarf maður lítið að hugsa. Þetta verður alveg sjálfist. Maður færi þetta inn. Og hvað á ég að gera hér? Ég á að margfalda saman. Ég sé allavega þessi deilt með þessari og líka deilt með þessari. En pluss og mínus er alveg sama það hvort við standi í nefnar eða teljara. Við getum bara lítið svo á að við séum að margfalda. Við þurfum bara að gæta okkur þegar við komum að 0 stöðvarum. Þannig að mínusinu mínus er mínus. Þegar við tökum þetta 0, hvar er það? Það er í nefnara. Þá fáum við lóðfellu. Það er óskilgreint þarna. Og svo á þessu bili á milli 0 og 1 fáum við pluss, mínus. Margfaldum það saman og fáum pluss. Og hérna er 1. Hvaðan kemur hann? Hann er í nefnaranum. Þannig að þetta er lóðfella. Ég vil að deila með 0 í. Og skilgreint. Ekkert mál á þessu bili frá 1 og 3. Þá erum við pluss og mínus. Margfaldum það saman og fáum mínus. Þristurinn. Hvað er hann? 0 stöð. Hann er í teljara. Þá erum við 0 deilt með einhverju. Það er bara 0. Og svo þegar við komum með x sem er stærri en 3, þá er þetta pluss. Og hvað eigum við að taka? Við eigum að finna bil þar sem út kemur pluss. Það er hér á milli og hér fyrir ofan. Það passa nágætlega við myndina sem við teiknum. Og lesum við úr neðstu línu töflunnar að þetta margveldi hér er jákvætt. Ef og aðeins ef x liggur á milli 0 og 1 stránt eða ef x er stærri en 3. Og þá getum við bara að skrifa þetta sem sammengi tveggja rauntalnabila. Svo er þetta nota GeoGebru til að átta hvort maður reiknar rétt. Og það er nóg að skrifa bara solve í inntakið. Og hún gefur manni svarið. Þá skulum við skoða tölugildisójöfnur. Jafnan tölugildið af x jafnt á 3
hefur tvær lausnir. Vegna þess að setjum 3 hér inn, tölugildið af 3 er 3 og tölugildið af mínus 3 er 3. Svo ef við teikna mynd af þessu. Ég ætla að teikna mynd á næsta. En x mínus 1, tölugildið af því er jafnt á 3. Hvað er x? Ef ég les þetta út þá þýðir þetta finndu öll x sem eru í fjarlæðinni 3 frá 1. Eða ég nota tölugildisreglur og segja allt í lagi. Ef að x er stærri eða jafnt á 1, þá má ég fella tölugildið beint. Ég get lest þetta. Ef að sagt x-ið er minni en 1, þá verður þetta mínus á útkomuna til þess að fá þetta jákvætt. Þá get ég líka kastað mínusum yfir á þristin. Þetta eru 2 jöfnur sem ég þarf að leysa. Úr þessari hér fæ ég 4 og úr þessari hér fæ ég mínus 2. Og myndin sem á að teikna lítur einhvern veginn svona út. Ég á að finna öll x sem eru í fjarlæðinni 3 frá 1. Ef við teiknum bara myndina þá erum við fljót að sjá það. X er mínus 2 og x er 4. Til lagi. Hér ójafna. Tölugildið af x er minni en 3. Hvernig getum við sagt frá þessu? Til lagi. Finnið öll x sem eru í fjarlægð 3 frá hverju? Já, x er líka x mínus 0. Til lagi. Við erum að finna öll x sem eru í fjarlæðinni 3 eða innan fjarlæðarinnar 3 frá 0. Það við getum bara skrifað þetta beint út. Þessi x hérna eru allar innan fjarlæðarinnar 3 frá 0. Mátt vera upp 3 næstum því og niður 3 næstum því. Næsta dæmi. Lausnarmengi ójöfnunar tölugildið af x er stærri en 3. Það þýðir að fjarlægð x frá 0 verður að vera meiri en 3. Þannig að við þurfum að taka 3 til hægri og þá er þetta í lagi. Eða taka 3 til vinstri og fara svo niður fyrir það. X-in liggja hér. Fyrir ofan 3 eða neðan 3. Og síðan eigum við náttúrulega strangt til tekið skrifa lausnarmengið sem sammengi tveggja rauntalnabíla. Næsta dæmi. X er innan fjarlæðarinnar 3 frá 1. Og ef við horfum núna bara á myndina. X er innan fjarlæðarinnar 3 frá 1. Til að bætum 3 við 1 og 4 og drögum 3 frá 1. X er mega liggja hér á stara milli. Það er það sem þetta þýðir. Annars vegar höfum við beint x mínus 1 er minni 3 og tölugildið farið. Hins vegar erum við mínus við x mínus 1 við lokast er minni 3. Og hér, hvað þýðir þetta hérna? Við erum að finna öll x sem eru lengra frá 1 heldur en sem nemur fjarlæðinni 3. Þá þurfum við nú reglur. C er rauntala og D er stærri en 0. D er spotti eða spottakord lengd eitthvað svona. Þá þýðir þetta tvennt það sama. Ef við lesum þessa hérna tölugildisójöfnu, getum við lesað hana svona. X er innan fjarlæðarinnar D frá C. Og það þýðir nákvæmlega það sama og x liggur á milli þessara tveggja talna. Og myndin segir þetta svo sem x er innan fjarlæðarinnar D frá C. Og hitt x er utan fjarlæðarinnar D frá C. Þá þurfum við að finna akkurat öfugt við þetta hér. Við sönnum nú A. Þá byrjum við fyrst á því að hugsa bara vinstri hliðina. Hvað er tölugildið x mínus c og við beitum bara skilgreiningunni á það. Tölugildið x mínus c er x mínus c ef það sem hér er innan tölugildisins er jákvætt. En við þurfum að setja mínus á það sem er hér innan tölugildisins ef x er minni en c. Þá er þetta jákvætt. Og síðan skoðum við hvort tilvik. Byrjum á því að skoða þetta hérna. X mínus c minni en 0. Þá er þetta vinstri hliðin. Og þá verður ójöfnuforminu mínus x mínus c er minni en d. Nú er ekki bara margklappa hérna. Og svo ég kom einfalda að fá mínus x pluss c er minni en d. Og svo skulum við færa d hér á vinstri hliðina, þá kemur mínus, færum þá x á hægri hliðina. Og það var í mínus og fyrir í pluss og svo erum við mínus á c-inu. Það er pluss hérna megin og þá vinstra megin og þá er það mínus hægra megin. Þannig að x mínus c er stærri en mínus d. Svo skoðum við hitt tilvikið. X mínus c er stærri en 0. Það er hérna.
Þá er þetta vinstri hlið ójöfnunnar og hægri hliðin breytist ekki neitt og leysum þetta bara. Og hvað erum komin með? Við erum komin með x mínus c, við erum með x mínus c hérna og við getum tekið þetta saman í eina keðju. Svo leggjum við c við allstaðar í keðjunni, þessi einangra x. Þá sjáum við hvar x liggur. Liggur fyrir neðan c plus d en ofan c mínus d, eins og myndin gefur til kynna. Það ætti hver og einn að geta gert þetta á nákvæmlega sama hátt fyrir neðra tilvikið. Farið í gegnum þessi sömu skref. Það verður allt eins nema goggurinn snýr öfugt hér, samkvæmt því sem gefið er, og hann snýr líka öfugt hér og svo það bara að taka þetta saman. Þetta er eðunni. Sönnun á B ætti að vera æfing. Við skiljum hina þá, kunnum við þessa líka. Þá skulum við skoða þessa hérna ójöfnu. Finnið öll x sem uppfylla þessa ójöfnu. Tölugildið af 1 mínus 6 er stærra eða jafnt á 1 mínus 6. Og hér borgar sig að taka þetta fyrir tveimur skrefum. Fyrst skoða maður ef að x-ið er minni en 1 og síðan ef x-ið er stærri en 1. Prófum það bara. Jú, það byrjaði á því hérna. Ef að 1 er stærri en x, þá er þetta jákvætt, þá fellur við tölugildið. Og þá lítur ójöfnan út svona. 1 mínus x er stærra eða jafnt á 1 mínus x. Er það rétt? Já, því þetta er stærra en eða jafnt og. En hvað byrjuðum við með? Við vorum að skoða þetta hérna bil. Til lagi. Þannig að ef við getum lesið hináttina þá er það x minni jafnt á 1. Þannig að það er þessi vinstri hálflína, lokaða hálflína. Nú lausnum menginu. Svo skoðum við hitt tilvikið. Ef x-ið er stærri en 1. Þá skoðum við bara vinstri hliðinni, einbeitum okkur að henni fyrst. Þegar við fellum tölugildi þá verðum við að bregða mínus hér vegna þess að 1 er minni en x. Ef 1 er minni en x, segjum bara x sé 7, þá er 1 mínus 7 mínustala, þess vegna þurftum við að mínus, þess að á plústölu. Þá setjum við þetta hérna í staðinn fyrir þetta í upphaflegu ójöfnunni og hún lítur þá svona út. Og þetta er auðvelt að leysa. Og við fáum þá að ef x er stærri en 1, þá er x stærri en jafnt á 1. Það er náttúrulega þetta jafna merkir ekki með. Af því að við erum bara að skoða x sem er stærri. En fyrst lesum við bara þetta hér, stærri en 1. Þannig að þetta er lausnamengið. Síðan þurfum við að eða þessar lausnir saman. Úr fyrra tilvikinu fengum við þessa hálflínu og seinna tilvikinu fengum við þessa hálflínu. Við sjáum ef að eða er saman, þá er 1 með hér, hann er ekki með hér, en þetta límist saman, þannig að þetta gildir fyrir allar röndurnar. Þannig að þessi ójafna er alltaf sönn. Það er ekkert x sem ekki virkar. Og prófa 7. 1 mínus 7 er mínus 6. Tölugildi af mínus 6 er 6. Er það stærra eða jafnt og mínus 6? Já, þá gildir stærri en. Það er stærri en. Og svo kemur lokadæmið. Það þarf að vanda sig svolítið hér og almennt er náttúrulega bilið milli A og B, sama og bilið milli B og A. Það byrjum við svona og við þurfum að skoða 2 tilvik. Annaðhvort er vinstri hliðin óbreytt við fellum tölugildið eða vinstri hliðin er óbreytt og goggurinn snýst við og mínus 6. Þetta er það sem að reglan gaf. Beinnotkun. Og síðan þurfum við bara einangra x í hvoru tilviki. Tökum bara næsta skref. Færum 4 yfir og 10. Færum 4 yfir og fá mínus 2. Það er aðeins léttara. 2 á móti x er stærri en 10 eða 2 á móti x er minni en mínus 2. Hér getum við bara deilt með 2 báðum megin. Þannig að nú þurfum við að finna út úr þessu. 1 á móti x er stærri en 5. Það er annar möguleikinn. Hinn er 1 á móti x er minni en mínus 1. Byrjum á að skoða þennan. 1 á móti x er stærri en 5. Horfum aðeins á þetta. 1 á móti x liggur fyrir ofan 5. X getur ekki verið mínustala. Því að þá er þetta mínustala vinstra megin og engin mínustala er stærri en 5. Þá vitum við að x er stærri en 0. Þá erum við komið með það. Fyrst að x er stærri en 0, þá er allt í lagi að margfalda í gegn með x.
goggurinn breytist ekki. Og margkvæmni hér gegn með x og x deilt með x er stærri en 5x. Eða við getum horft á það bara beint hér. 1/5 er stærra heldur en x. Eða x er minni en 1/5. Þannig þetta er svona svolítið bara að vanda sig. En x var stærri en 0. Við höfum ekki gleyma því, þannig x liggur hér á milli 0 og 0,2 strangt. Svo skoðum við þennan möguleika. 1 á móti x er minni en -1. Auðvitað má x ekki vera 0, það má ekki deila með 0. Getur x fyrir plústala? Ef þetta er plústala þá er vinstri hliðin plústala og plústala minni en mínustala. Nei, x er mínustala. Hún er minni en 0. Allt í lagi. Það er ágætt að vita það vegna þess að við margkvæmum í gegn með x núna því að x er mínustala, þá snýst goggurinn við. Við höfum margkvæmt hérna með x og hérna með x, þá þarf ég að muna að snúa goggnum við að vera margkvæmt í gegn með mínustölu og þá fæ ég þetta. 1 er stærri en -x. Þá get ég margkvæmtað í gegn með -1 og fæ ég að x er stærra en -1. Ég lesi þetta eins og ég verið staddur í Marokkó. En þá erum við búin að sjá að x var minni en 0 en það er stærri en -1 og þá erum við komið með takmarkað opið bil. Þannig að hér eru möguleikarnir. X liggur hér á milli og x liggur hér á milli. Þá getum við skrifað út lausnarmengið. Annaðhvort er x hérna eða það er hér. Við hefðum kannski átt að setja mynd af þessu GeoGebru. En þetta er dæmi sem er ágætt að æfa sig á. Þá er tæmt í dag.